Það alltaf verið mikill metnaður á sjúkrahúsinu að sinna vel klínískri kennslu og þetta á ekki síst við í sérnámslækningum þar sem hefur verið vaxandi mæli sú kennsla á Íslandi undanfarin ár. Þar eigum við gott samstarf við Landspítalann og erum að byggja á sama staðli við þá klínísku kennslu. Margir segja kannski að við séum lítið sjúkrahús en við lítum svo á að stærðin sé gagnleg. Það eru stuttar boðleiðir og mörg góð tækifæri fyrir góðan aðgang að verkefnum, eftirfylgni og góða samfellu. Gildin okkar að sakar fyrir samfélagið og hjá samfélaginu ríkir traust og jákvætt viðhorf gagnvart sjúkrahúsinu. Þetta besti vinnustæði sem ég unnið á ævinni og þá segi ég alveg sannleikann. Æðisleg stemning og frábæri kollegar og já, ég bara gæti ekki verið ánægðari með val á vinnustað. Svona upp á það að fara í sérnám í skurðlækningum að þá náttúrulega mjög mikilvægt að fá tækifæri til þess að vera í sárinu og fá að læra að skera. Og það þar sem að ég myndi segja að sjúkrahús á Akureyri stendur mjög framalega því að við erum að skera alveg ofboðslega mikið. Hafandi verið í Svíþjóð þá var þetta bara algjörlega sér á parti því að það var alltaf þessi barátta við kollegana að komast inn á skurðstofu. Það ekki vandamál á Akureyri. Þetta sérnám í því að vera góður skurðlæknir og maður inn á skurðstofu og læra að skera. Þannig ég myndi segja að þetta að koma hingað í sérnám eða byrjun á sínu sérnámi að þetta væri með því betra sem að býðst bara á heimsvísu til þessa. Ég mjög ánægð með þennan vinnustað. Ég byrjaði hérna í apríl 2020 á bæklunarskördeildinni. Sérfræðingarnir hérna náttúrulega mjög skemmtilegir, mjög kennsluglæðir og stemmingin í vinnu mjög góð, gaman í vinnunni. Ég var bara velkomin eiginlega strax inn á skurðstofu. Fór strax að vera með minna eigin göngudeild og bara fengi þann stuðning og handleiðslu sem ég þarf og hef beðið um. Fékk að skera brot og lítið tráma undir handleiðslu náttúrulega fyrst sinn og svo hef ég fengið að vera aðeins með mínar eigin aðgerðir líka. Bæði sem kandidat og náttúrulega sérstaklega sem sérnámslæknir að fá þjálfun í inngripum eins og beinmergs ástungu á fleiðruvökva, ástungu á kviðarholsvökva og mænuástungur og svo náttúrulega rafvendingar. Þetta allt svona inngrip sem að sérnámslæknar í lyflækningum þurfa að þjálfast upp í og ég hérna sem sérnámslæknir var svona búinn að geta treyst mér í að geta gert öll þessi inngrip í rauninni sjálfur eftir svona hálft ár hérna sem að eitthvað sem að sérnámslæknarnir á Landspítalanum fá ekki jafn mikið að tækifærum til af því maður þarf að gera þetta svo oft til þess að þjálfast nógu vel upp í til að geta gert það sjálfur. Og það tekur miklu lengri tíma á stærri spítala þannig að þetta alveg klárlega mjög góður og verðmætur punktur hérna fyrir sjúkrahúsið sko. Af hverju ætti maður að koma á SAK í sérnámi? Ég myndi segja allavega hvað var almennar lyflækningar að þá þetta mjög góður spítali þegar maður svona að byrja í sérnáminu. Maður fær þessa reynslu að vera svolítið sjálfstæður bæði á vöktunum og þetta maður fær oft tækifæri til að vera einn með teymi og svona leiða teymi samt með svona aðstoð sérfræðingsins á bakvið sig. Og svo fær maður náttúrulega þessi tækifæri að þjálfa upp að gera þessi inngrip sem maður fær miklu fyrr færni í hér heldur en á Landspítalanum. Og svo það líka bara svona, maður kynnist öllu fólkinu vel hérna, maður kynnist sérfræðingunum vel og þekkir þá alla og á svona eiginlega jafningjagrundvelli sko, sem erfiðara á stærri spítala. Og já, þetta svona kannski það helsta. Af hverju ætti maður að velja Akureyri? Ég held að það sé að það svo frábært veðri hérna, ekki? Allt gott veður á Akureyri, skíðabrekkurnar, bærinn,
nándin við náttúruna, frábært fólk náttúrulega, en þetta er náttúrulega alveg rétt hjá Andra að svo öll tækifærin sem á staðnum, sko. Ég held að akkurat þessi nánd og vinátta sem skapast er mjög mikilvægur þáttur sem gera líka auðveldara fyrir manna kannski að fá þessa þætti sem þið þurfa að halda. Þannig að ég held að þessu margar ástæður og góðar að koma hingað. Það eru fjölmörg námstækifæri hérna hjá okkur. Það er mikið að vera á skurðstofum. Það er yfir 3000 svæfingar á ári. Sérnámslæknir í svæfinga og gjörgæslækningum fær frábært tækifæri til þess að læra svona grunninn í svæfingum hjá okkur, og sjúkraflugið í því velst mjög gott námstækifæri sem svona jafnvel ekki auðvelt að fá annar staðar, og þeir sérnámslæknar sem hjá okkur hafa verið mjög ánægðir með þá reynslu, og það hefur meira segja komið til tals að sérnámslæknar frá stóru háskólasjúkrahúsi á Norðurlöndunum komi hingað til þess að sækja sér utan spítala þjónustu reynslu, eða sem reynslu við sjúkraflug, þar sem að þetta þykir skara fram úr eða vera alveg frábært í samanburði við það sem að er í boði á þessum stóru spítulum. Eiginlega allur undirbúning sem ég fékk í svæfingum og gjörgæslu kemur frá Sjúkrahúsinu á Akureyri, eða SAG. Ég vann þar í 7 mánuði sem deildarlæknir á svæfingum og gjörgæslu og tók vaktir í sjúkrafluginu, og það var frábært, ég mæli með því. Allt sem ég lærði þar hef ég getað nýtt mér, og ég var í raun og veru miklu betri undirbúinn heldur en ég áttaði mig sjálfur á þegar ég kom út. Þannig að allt sem ég lærði faglega, fræðilegt líka, handverkið og líka sérstaklega að vinna með öðru fólki sem er miklu stærri þáttur í læknishlutverkinu heldur en að maður átti sig á. Þetta er allt vinnubröð sem ég lærði fyrst og fremst fyrir norðan og var rosalega góður undirbúningur fyrir mitt áframhaldandi sérnám hér úti. Ásamt því að það var bara ótrúlega gaman. Þetta var geðveikur tími og það var fárlega gaman að vinna fyrir norðan, og ég mæli með því. Hvort sem er læknanemi kandidat, deildarlæknir eða sérfræðingur, þá mæli ég með því. Já, ég held að það að vera sérnámslæknir á Akureyri sé mjög góður undirbúningur fyrir sérhæfingu eða sérnám erlendis. Mjög góðar aðstæður hér að mörgu leyti sem hefur góð áhrif á undirbúning fyrir sérnám. Það er mikið að þessum svona grundvallar aðgerðum í kirurgíu sem gerðar hérna, eins og kviðslitsaðgerðir og hérna algengustu bráðaðgerðir, botlangar og gallblöðrur og þess áttar, sem er mjög góð æfing í svona grundvallar tækni í skurðlækningum sem að maður getur fengið góð tækifæri til að æfa sig í hérna áður maður kemur út. Annar kostur líka bara við Akureyri er náttúrulega líka svona stærðin, að því leita að þetta eru ekki ógreinir sérfræðinga, þannig að maður er fljótur að komast inn í hlutina og svona kynna sérfræðingunum, og sem er náttúrulega stór þáttur í því að þeir kynnist manni á móti og byrja að treysta manni fyrir að taka meira þátt í aðgerðunum. Ég get algjörlega tekið undir með Gunnari að þetta er mjög þægilegt að hafa þetta litla umhverfi, og ég sjálfur áður en ég fór til Svíþjóðar í sérnám, þá var ég sérnámslæknir hérna, þannig að ég er náttúrulega ekki algjörlega hlutlaus hvað það varðar, en ég get nú sagt fyrir mitt leyti að þetta var besti skólinn sem ég fekk á öllu sérnáminu. Þessi grunnur sem maður fekk með sér hérna. Maður fekk að vera rosalega mikið með og taka sjálfstæða ábyrgð strax fljótlega eftir að maður var komin inn í hlutverkið, og mann er treyst fyrir verkefnum, og það er mjög gott aðgengi að sérfræðingunum. Fyrst til þess að fá að vera með og svo að fá að gera hlutina sjálfstætt, samt með gott backup nálagt. Helstu kostir þess að koma hér í sérnámi eru bara gríðarleg tækifæri til að læra, og maður fær eins frjálsar hendur og maður er fær en fær aðstoð leið maður þarf, og vera með göngudeild sjálfur náttúrulega. Það er eiginlega það besta, sko. Eins og ég segi, þetta er bráðmóttaka. Þetta er dýnamist og skemmtilegt starf. Þetta er mjög fjölbreytt, og akkurat hér á Akureyri þá er það þannig að við erum lítil, við erum minni en Landspítali, sjálfsögðu,
færri komur og minna umfang, en við sjáum allt sem að sem skiptir máli og meiri segja oft mjög sjaldgæfa hluti. Þannig að ég held að unglæknar hér, sérnámslæknar, sérnámsgrunnslæknar fái mjög fjölbreytta reynslu. Þau eru mjög vel studd af sérfræðingum en hafa líka tækifæri til þess að spreyta þessu svolítið sjálf, geta verið sjálfstæð, til dæmis á vöktunum, en hafa alltaf öryggi í bakvakta sérfræðingum. Sem hluti af mínu heimilislæknanámi þá tek ég 4 mánuði á geðdeildinni hérna á Akureyri og það sem ég helst að gera í þessari vinnu að við sinnum legudeildarþjónustunni hjá þeim skjólstæðingum sem liggja inni og einnig komum við að málum á göngudeildinni og svo göngum við líka vaktir. Þetta eru sólarhringsvaktir sérnámslækna og þá erum við með svo kallaðan bara bráðasíma og sinnum þá viðtölum á bráðamóttöku, geðviðtölum og leggjum fólk inn ef á þarf að halda. Þannig að ég myndi segja að þetta væri mjög fjölbreytt. Geðdeildin á Akureyri í raun og veru að þjóna bæði austur og Norðurlandi, alveg frá Hvammstanga og svo austur að Höfn í Hornafirði. Þannig að þetta er rosalega stórt upptökusvæði og við erum að fá bara mjög mismunandi og fjölbreytta hluti inn á okkar borð. Þannig að það eru mikil lærdómstækifæri hér fyrir okkur. Ef að fólk ætlar að taka allt sitt sérnám á Íslandi, þá kemur Akureyri sterkt inn vegna þess að það er gott að hafa farið á 2 sjúkrahús og hafa ekki bara verið á einum stað. Þannig að það eykur fjölbreyttina í verkefnin og vinnuhefðum, getur maður sagt líka. Og ég myndi skora á fólk að prófa að breyta til, að koma út á land. Það þurfi ekki allir að vera í Reykjavík. Bara gefa hlutunum tækifæri. Það er mjög gott að breyta umhverfi og prófa að vinna á nýjum stað. Sérnámslæknar á sjúkrahúsinu á Akureyri fá ákveðin viðbótarkjör. Þetta eru 10 fastir yfirvinnutímar á mánuði, 75.000 króna húsnæðisstyrkur á mánuði og 50.000 króna flutningsstyrkur gegn framvísun kvittunar. Auk þess eru sérnámslæknar hér á hærri grunnlaunum en kjarasamningar miða við. Við getum líka hjálpað þér að finna húsnæði. Sjúkrahúsið er með nokkrar íbúðir sem við getum framleitt til unglækna. Unglæknahópurinn á SAG er ekkert rosalega stór og þar af leiðandi þá kynnist maður vel sem er mjög skemmtilegt. Það er ýmislegt sem er svona formlegt sem að við fáum. Það til dæmis á lyfjadeildin er alltaf farið í gegnum spurningar á þriðjudögum í hádeginu og svo á fimmtudögum er svona formleg kennsla fyrir allan unglæknahópinn þar sem að sérfræðingur í ýmsum sérgreinum eru með formlega kennslu fyrir okkur sem er mjög skemmtilegt. Síðan þá hefur myndast svo hefð að halda að fara saman út að borða í byrjun hvers mánaðar og það hefur bara haldist frekar vel og er mjög skemmtilegt og svo svona fer aðeins eftir ástíma og aðstæðum svona hvað er gert annað en við til dæmis fórum saman á tónleika í haust sem var gaman og ég veit að fólk hefur verið að fara saman í fjallgöngur og ýmsa útivist. Þannig að það er mjög góð tækifæri hér til þess að kynnast hópnum. Það er svo gaman í vinnunni. Það er bara, hópurinn er svo samheldinn og það hjálpast allir að og þetta er bara ótrúlega góð vinnustaður og já, svona það sem stendur upp úr er að það er bara opbóðslega gaman í vinnunni hjá okkur. Virkilega. Maturinn er svo góður að það er bara ekkert hollt að hafa svona góða mat. Það þurfa allir að hafa kokkinn á sjúkrahúsinu heima hjá sér. Hann er bara frábær. Svo ef maður er með börn, þá er náttúrulega mjög þægilegt að vera hérna með börn. Það er lífsgæði fólgin í því að vera 5 mínútur á leiðin í vinnun og 5 mínútur á leiðin á dagheimilið. Þannig að mér minnir allavega svo langt sem ég var með lítið börn, mér minnir allavega að það sé þannig. En það er mjög gott að vera með börn hérna og það er líka mjög gott að vera barnlaus hérna. Það er líka að búa til börn hérna. Og síðan þetta sem mér finnst mikilvægast er að hér er náttúrulega ótrúlega flott tækifæri til útivistar, bæði sumar og vetur, gaman að fara í fjallgöngur og svona styttri ferðir á sumrin og svo á veturna er náttúrulega bara kemst maður ekki í betri aðstæður til að komast hvort heldur sem er á gönguskíði eða sviggskíði bara hérna í nokkur mínútna fjarlægð. Það er mjög skemmtilegt.
Mér finnst líka mjög mikilvægt þegar maður þarf pásu stundum í vinnunni, horfa út gluggann og þá sér maður bara í fjörðinn og náttúruna og fjöllin í kringum sig. Þetta lítill og þægilegur bær, samt einhvern veginn allt til alls. Það mjög stutt að fara allt. Maður algjörlega laus við umferðarteppur og maður yfirleitt aldrei meir en 5 mínútur heim, sem getur verið ágætt eftir vaktir og eftir erfiða daga. Já. Og svo maður alltaf bara korter hálftíma frá allri mögulegri útivist, sko. Já. 10 mínútur upp í fjall og skíði og... Og ekki að göngu skíðabrautir hérna út allt. Já. Gott aðgengi í veiði og aðra útivist hérna nálægt. Það sem mér finnst kostur hér að það svo stutt á milli staða. Þú ert ekki hálftíma í vinnuna. Þú getur labbað í vinnuna, þú getur hjólað í vinnuna og þú ert bara mjög fljótur í vinnuna. Það ekki þessar endalausu umferðarteppur, það stutt í tómstundir, það stutt í fjallið, þú vilt vera á skíðum, þú ert 5 mínútur að fara að skauta, við erum með skautahöll, við erum með alls konar menningu, við erum með góða veitingastæði, við erum með frábærar sundlaugar, við erum með svo ótrúlega mikið af hlutum sem bara auka okkar lífsgæði, við erum ekki alltaf bara í vinnunni. Og sérstaklega veðrið, sko. Það alltaf miklu betra veður á Akureyri heldur en í Reykjavík, sérstaklega á sumrin. Ég ger ekki neitt að spila strandblak í 25 stiga hita hérna í allt sumar og svo kemst maður á skíði hérna sem maður kemst ekki í Reykjavík. Það veit þetta. Ég heiti Hildigunn Svavarsdóttir og er forstjóri sjúkrahússins á Akureyri. Það er ómetanlegt að fá ykkur sérnámslækna til starfa hér á sjúkrahúsi á Akureyri. Þetta bæði hollt og gott fyrir okkur sem hér erum starfandi að fá unga og drífandi einstaklinga inn til okkar því það hvetur okkur til dáða og við viljum gjarnan taka á móti spurningum og læra af ykkur líka. Þið eru hjartanlega velkomin til okkar á sjúkrahúsið og ég vona sannarlega að dvölin ykkar verði bæði gagnleg og ánægjuleg.